Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Sundlaug Sauðárkróks komin til ára sinna enda 64 ár síðan byrja var að byggja hana. Það hefur ósjaldan verið rætt að lagfæra hana og komin í nútímalegra horf og svo kom loks að því og hafist var handa nú í upphafi þessa árs. Komið tíma á endurbætur núna. Hún fengið lítið viðhald núna síðustu árin og jafnvel áratugina lögin, þannig að það var komin tími á að flíka upp á hana og færa hana svona svolítið inn í nútíman, þessa lög. Og hún hefur þjónað sauðkrækingum og skagfirðingum og ferðamönnum síðan 1957. Já, framkvæmdir hófust 1954 og hún var síðan vígð 1957 lögin. Og síðan þá var rauninni bara verið að byggt laugarkarið og rýmið í kringum laugarkarið. Síðan var byggt við hana kringum 70 og tekið í notkun fyrir landsmót 71 sem var haldið á Sauðárkróki. Og núna síðast voru byggðir þessi pottar við laugina 89 og hefur ekki mikið skeið svo sem síðan. Í þessum áfanga er verið að taka fyrir klefana og bæta aðgengismálin í sundlauginni. Það verður sett inn lyfta í laugina og þannig að fólk kemur inn í nýtt anddyri á neðstu hæðinni, getur farið þá upp stigana, tröppurnar eins og venjulega eða upp í nýja lyftu. Afgreiðslan og klefarnir verða síðan á sömu hæð. Það verður afgreiðsla upp í horninu, karlaklefinn verður á svipuðum stað og hann er í dag og kvennaklefinn síðan það sem að vaktrýmið hefur verið. Þannig að þetta bætir aðgengi í laugina og einfaldar alla umgengni hana. Nú starfsmennirnir verða á sama stað, afgreiðslan og vaktrýmið verður á sama stað. Þannig að það verður að koma þessu upp á sömu hæð og bæta leið aðgengi hreyfihamlaðra til dæmis að lauginni. En hvað verður þá á neðstu hæðinni? Það verður starfsmannaaðstaða og anddyri náttúrulega og salerni fyrir gesti. Gufubaðið sem er niðri, því verður haldið, það verður áfram. En það er hluti af kvennaklefanum núverandi sem er óráðstafað rými í rauninni. En það er fullnægir kannski ekki alveg nútíma kröfum varðandi lofthæð og þess áttar en það rými það eiga það bara til góða þegar framlíða stundir. Þessu er skipt upp í 2 áfanga, þessu verki núna. Við tökum austurhlutan fyrir fyrst og færum okkur síðan í vesturhlutan. Og þetta tekur drjúgan tíma, við ætlum að halda lauginni opin eins mikið og hægt er á framkvæmdatíma og þess vegna kannski tekur það örlítið meiri tíma en ella. En verklok eru í maí á næsta ári fyrir innvolsið í lauginni, innanhúsframkvæmdir og lóðaframkvæmdir og utanhúsframkvæmdir síðan í sumarið 2019. Við framkvæmd sem þessa er óhjákvæmilegt að starfsemin raskist verulega og mun þurfa að loka sundlauginni á hluta verktímans en reynt þó að halda lokunum í lágmarki. Á meðan það er lokað þá er hægt að fara bæði í Hósós og Varmahlíð og þannig að þær sundlaugar eru opnar og ekkert langt að fara. En eins og ég segi, við reynum að halda lokunum í lágmarki en það er óhjákvæmilegt að það verður eitthvað lokað á meðan framkvæmdin stendur. Það er bara sett upp þannig hjá verktakanum að sundlaugin eigi að vera í nothæfu ástandi á meðan landsmótið er. Það verður náttúrulega sjálfsögðu eitthvað rask og það er spurning í hvaða ástandi klefarnir verða og svoleiðis en sundlaugin á að vera nothæf og klefarnir þar með á meðan landsmótið er í júlí næsta ári. Aðalverktaki verksins er Kátak EHF á Sauðárkróki og hljóðarverksamningur upp á 332 milljónir króna. Framkvæmdir nú er fyrsti áfangi en í öðrum áfanga er gert ráð fyrir viðbyggingu setlauga og rennubrauta. Sú framkvæmd hefur þó ekki verið tímasett ennþá. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.